Þegar rætt atvinnuástand og laun hefur Norðurland vestra verið skilgreint sem láglaunasvæði og kemur það fram í samantektum og skýrslum sem opinberir aðilar hafa tekið saman. Tekjuþróun á Norðurlandi vestra hefur verið undir landsmeðaltali undanfarin ár og fólki fækkað á sama tíma. Margir velta því fyrir sér hvort láglaun séu orsakaþáttur í fólksfækkunni á svæðinu. Já, ég lagði fram tillögu sveitarstjórn Skagafjarðar núna daginn og þess efnis að yrði gerð könnun hjá sveitarfélaginu hvert að lág laun væri einn orsakaþáttur í því að væri fólksfækkun hér á svæðinu og eðlilega vil skoða Skagafjörð sérstaklega. Sem stærsta sveitarfélagið, af því að það hefur alltaf verið tekið saman Norðurland vestra sérstaklega. En árið 2004 var gerð könnun á vegum sveitarfélagsins þar sem var verið að rýna í Skagafjörð sérstaklega og verið segja var tekin út á Sauðárkrókur versus sveitin. Þannig að við eigum tölur frá 2004, svo það eru 10 ár síðan að sú könnun var gerð. Og hvernig kom Sauðárkrókur þá út til dæmis? Sauðárkrókur kom út þannig að það var 8% lægri laun hér en á höfuðborgarsvæðinu. En í raun og veru komum við ágætlega út í samanburði við til dæmis Selfoss og Ísafjörð. Þar vorum við á bara sambarileg. En við vorum til dæmis hærri hér á Sauðárkróki heldur en á Akureyri árið 2004. Það kemur svolítið óvart. Það kemur verulega óvart og ég held að það sé þessi tillaga sem að ég lagði fram var ekki á neikvæðum forsendum, heldur getur þetta líka orðið til þessi rýni ef við förum í hana að skoða hvort við séum enn á sambarilegum stað eins og árið 2004 eða hvað hefur gerst á þessu 10 ára tímabili. Annað heldur en að fólk hefur farið eða fólksfækkun hefur orðið á svæðinu. 4% hér áhyggjuefni, það ekki? Jú, það það. Þetta bara ef við horfum á þetta tímabila þá er slæmt að horfa eftir 170 manns sem bara hefur verulega áhrif á okkar svæði. Opinberum störfum hefur fækkað 14% í Skagafirði síðan 2008 eða 46,5 stöðugildi og munar mest samdrátt á heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og hjá Hólaskóla. En skýrir það ekki einmitt þá fólksfækkun sem orðin í Skagafirði? Ég held að það sé ekki spurning og það hefur nú verið þessi störf sem hafa verið hér frá ríkinu. Þetta eru störf sem krefst háskólamenntunar og sérfræðikunnáttu og þetta eru laun sem hafa verið frekar talin hálaunastörf. Þannig að ég held að þetta sé einn þáttur sem þarf verulega að rýna í líka hvað þetta þýðir fyrir bara tekjuforsendur hér á svæðinu. Nú hlýtur þetta að vera samverkandi þættir. Hér náttúrulega stórt ríkjandi fyrirtæki og sveitarfélagi, þetta eru 2 stærstu vinnustaðirnir og hvorugt þeirra eru þekkt fyrir há laun. Er það eitthvað sem að þú vilt að verði breyting á? Ég held að það sé ekki bara ég held að það sé eitthvað sem við sem samfélag þurfum verulega að horfa til. Og þá getum við alveg verið að rýna í sveitarfélagið og kaupfélag Skagfirðinga sem eru stærstu vinnuveitendurnir hér. Að ég held að það sé hagur fyrir þessa aðila og íbúana hér að þeir séu samkeppnisfærir fólk til starfa eins og annars staðar á landinu. Það sem hefur verið að draga okkur líka niður þegar við erum að skoða launaþróun, að það bara sveitir hér í Skagafirði að það eru mun lægri laun til sveita og þar eru náttúrulega bændur í aðalhlutverki og þeir held ég að sé ekkit ofseldir að sælir af sínu. Sveitarfélögin ekki bara hér, heldur allsstaðar, hafa náttúrulega verið að fara í gegnum sinn rekstur núna frá hruni, eðlilega og gera breytingar og annað. Og við þurfum svolítið að fara að rýna í það núna og við erum að sýna ágæta rekstur árið 2013. En hvað þýðir það fyrir launastrúktúr íbúana hér og ég held að þar sé búið að strípa og skafa svolítið af öllu sem heitir yfirvinna og þannig að fólk að bara með dagvinnulaunin meira og minna. Þannig að þú vilt meina að það fara að verða lag hjá sveitarfélögunum? Ég held að við þurfum að fara aðeins að horfa upp fyrir það að horfa á reksturinn bara heldur líka bara hvernig þjónustan
hvaða breyting hefur orðið á henni og líka þá hver launastrúktúrin hjá starfsmönnum sveitarfélagsins.